Þú ert að hlusta á 2 kalla. Sælöldumul, ætlar bara að klára lagið eða? Nei, ég var að byrja til Gísla. Já, Hvað er Gísli? já, hann var rekinn. Já. Er betra að hafa Gísla? Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Aha, Já, finnst ég þér er að fá feedback. Já. Mér finnst þetta, ég veit ekki hvað finnst þetta. Nei, Gísli veit ekki heldur. Nei, Mér finnst það gaman. ok, Mér finnst það fyndið, sniðugt, já, skemmtilegt já. og þetta er svolítið pró. Aha, Já, svona eins og ég sé með auglýskustofu. þetta er samt svona, já, þetta dregur úr alvörunni. Já, ég meina við erum svo alvörugefni menn að við erum nú aðeins að reyna að leta stemninguna en það ekki. Má ekki all lengur eða má ekki hafa gaman. Ekki þetta podcast er nú kannski það, Já, að það má bara ekkert nei, lengur. einmitt. Ha, Já, kallið minn, herðu, ég bara, má ekki vera feministi lengur. nei, einmitt, ég er bara að byrja aftur að vera svona hlaðarpsmaður. Býttu hvað, akkur þetta komið með 12 podcast allt í hennu? Þetta er svo fyndið, Já, sko, að því að, þú veist, ég var með hjónvarpið, ég var með hann að fjórðuvaktina með Sólu, hvað, það var nú ekki mikið var það. fjórðuvaktin? Já, Nei, það var ekkert mjög lengi. Nei. Og svo voru við og og erum að sko það er svo fyndið og svo eitthvað segir svona, já, nú ætlum ég að byrja aftur með hlaðarpið kallmennskan. Það var svona eins og ég sé að rísa, ég er náttúrulega að vera að grínast sjálfur. eins og fuglinn Felix. Já, Já. og og þá er eins og, herðu, allt í hennu, hann er bara afslaufaði sér og hann er bara mættur aftur og Já, eins og ég hafi eitthvað farið. já, já, Mér finnst það pínu svona áhugavert, ok, svona í samingi við bara fjölmiðla og PR-mennsku og annað. já. Þú veist, af hverju, Það var að því að fólk held að væri bara búið að kansla þér og þú getur bara hætt þessu, það ekki? já, veist, heldur það í alvörinni? Ég held í alvörunni að rosalega stórum hluta ungra íslenskra kallmanna sem almennt vissu hverju þú varst Já. og ert finnist að þetta sé bara búið þér, þú sért bara cancelled, bara hypja þig, verð ekki koma hérna aftur með eitthvað svona þvaður, flækting. Ég held að það sé bara í hausnum á þér og vinna þinna, sko. Aha, Já, á að segja hverju? að því, nei, að því að sko, ég er Nei, ekki ég vil búinn. ekki segja það. Já, að því að ég held sko þessi cancel-kúltúr, þessi slaufunar menning í svona, Hinn meinta. já, ég held að hún virki bara öðrum meginn við borðið sko. Já. Já, en þá getum við sagt að sko, ok, segjum að mér hafi verið slaufa, segjum það bara fyrir Ester, segjum það. Já, það var svona tilli ástæða. En þú veist, Það var kottnið sem fyllt í mælinn. hvað annað ætti að cancela mig fyrir? Bara að þú ert alltaf að tala þess að auðmingja kallmenn niður. Já, þannig. Og þú veist, Hatursvillur. þú ert bara búið til eitthvað vesen í þeirra hjónaböndum. Ok, gefum okkur þá að mér hafi verið slaufa þarna og alveg á sömu svona forsendum og lögmálum og meintum gerundum var slaufað, Já, að þá virkar það bara ef að þú dregur því hlé, já, af því að það er engum slaufað, en sannlega er þólundum slaufað. Ég meina þau þólendur þurfa ofta að flytja á landi eða hreinlega bara missa geðheilsuna, skilur og það er fjölmörg dæmi um það. Og ég kannski einhver leyti misti mína geðheilsu, sko, en eða svona bara andlega heilsu, en síðan bara einhvern veginn er ég bara hress, sko. já. Þú veist, þannig að ef að mér var slaufað, þá er það bara undir mér komið að vera ekki slaufað. Þú
og ég er ekki ignorant á einhverja, þú veist, ég meðvitaður að það er munur að vera myndu gerandi í vinsælli kreðsu eða vera feminískur hálfviti skilur ég veit að það er munur út af valdakerfinu og út af hvernig samfélagsgerðin og stemningin en ég bara segja að, já ég nefnilega fekk þessa spurningu daginn ég fór í ég held að þetta sé ekki svona einfalt sko ég held að, þú veist, við getum og við getum ekki fært sko ábyrðina á það að hafa verið slaufað yfir á hins slaufaða og sagt bara eitthvað, þú veist sagt Eddu Falag eða Hildi Liljanda þú veist ég er ekki, þær þú veist, innan valdakerfisins þetta var bara mikið já, bara, þú veist, hvernig á að standa undir þessu ég veit að innan valdakerfisins þá er það allt annað ég er ekki kona, ég er ekki jaðarsettur ég er annar staðar í valdakerfinu ég vil meina það er samt feminist, þú veist samt að tala máli kvenna já, ég er samt sem áður bara minn reynslu heimur ég tryggerast öðruvísi heldur en til dæmis konur almennt vissulega. Og þannig að ég er ekki að segja að þær þurfu bara að herða svo að vera duglegri, ég er ekki að tala um það ég er ekki að tala um að þetta sé eitthvað val ég er bara að tala um það er það að gera, það gerningar það þurfa bara að vera aðeins alltaf harðari já, ég er að segja að Edda og Hildur eru dæmi mannesku sem að þær voru kláraðar það var gjörsamlega gengið fram að þeim þannig að það var og ég vil ólíft fyrir þær þannig var það ekki hjá mér á sama fólki og kvartar yfir því að það sé búið að slaufa þú veist, einhverjum trúbador sem er afturorðin trúbador og einhverjum spurningaþáttastjórnanda sem er afturorðin spurningaþáttastjórnandi og svo kolli skilur Akkur sér þetta fólk ekki neitt Akkur fattar það ekki neitt Það er sagnin eða fattar það og er bara drullu sama já. Ég nefnilega, þú veist, ég held í alveg að fattir þetta ekki Nei, ég veit ekki en ég ætla að segja það því að ég fór í viðtalendaginn á Samstöðuna og þar stoppaði mig maður Það er ekki mér að horfa á þetta, var eitthvað var í þetta? Ég horfði ekki á þetta En þú varst þarna, þú veist hvort það var eitthvað var í þetta ekki? Já, þú veist, þetta var bara einhverju 4 kallar að blara sko Nú, ok, þú og Bragi Páll Rithöfundur og ok Óli Margeir held ég, DJ og Rhodes, Daví Rhodes geta verið Djúldri minnur, þetta man ég Þetta var flott sér Já, ég man 3 nöfn og myndir öll Ok Það var ekki gert það, þetta er einhver konur Nei, ég veit ekki hver að stýra þess, það var einhver kelling María eitthvað María Lilja Þrastadóttir sem hataði mig og gjörsamlega jós úr skálum reiðisinnar þegar ég fekk styrkur jafnréttis árið 2020 Já, eins og fleiri og svo í konur, dag eins og fleiri konur já. Svo í dag erum við bara bestu fellar sko Já Algjör peppari okay. Herru, ég var að segja með hennar mann sem ég hitti þarna og hann sagði við mig Einn af þessum 3 eða? Nei Bara einhvern annar maður sem var það? Já, einhvern annar maður Og manstu hvað hann heitir? Nei, ég fekk ekki vita hvað hann heitir En hann spyr mig Ég er eitthvað svona að labba þarna út og í burtu eitthvað og hann spyr mig á hvaða mómenti ákvaðstu að fatta að þér væri ekki slaufa lengur Já, ok Og ég er svona já, ég er náttúrulega að grínast með að mér hafi verið slaufað sko og hann svona, já það er nú að reynda alveg gott grín og þannig að fólk kannski heldur að ég sé alveg að upplifa að mér hafi verið slaufað og ég sé einhvern veginn Já, kannski ekki svona slaufa en við erum svona þetta er grínum óvinsældir Við erum að leika okkur með tvískinnungshátt Já. Og auðvitað stemningun í samfélaginu og óvinsældir sem að en allavega, ég ætla nú ekki að blara endalist að þetta hvað segir hans gott ykkur? Bara ekkert gott Nei, mér finnst þú að vera svolítið þungur í dag Ég er bara eitthvað fúll Af hverju? Veit það ekki Hvað er í gangi? Segðum Veit það ekki, ég var svona í gær líka bara eitthvað fúll og asnalegur og með allt á hotnum mér Það er eitthvað kallið þér Já Ég held að það hafa bara verið mikið álag sem að var svolítið búið á miðvikudaginn sem sett í fyrradag Þú ert að koma úr keyrslu Já, er ég ekki bara eitthvað svona spennufalli svefnleysi Það heitir þreyta Já, kannski Gæti verið það Já Hún sest í líkamann sko Já, já Vinstri fótinn Sérstaklega hann Og heilan? Heilan, já Þú vissir að hann er hluta líkamannum? Jú
Það er ekki alls sem vita það. Nei, ekkert allir með svoleiðis, þannig að það er kannski Já, allavega, flest með hann en kannski lítið starfandi. Já. Miskrumpaðir. Já. Það er nú gott að hafa krumpaðan heila, skal ég segja þér. Já, það er eins gott. Já. Það er bara verulega gott. Eigum við að henda okkur í eitthvað? Já. Eitthvað dagsins. Ég er með eitthvað dagsins. Eitthvað dagsins er sko pæling. Smá pæling. Smá pæling. Já, smá pæling. Bara ein. Nei. Ok. Það er pælingum eitt, en Nokkrar pælingar. já, þetta er svona pæling. Þetta er ekki meira svona, ég ætla að fræða þig. Ok. Heldur ég ætla að pæla með það. Ok, við erum að fara í ferðalag. Já. Ok. Þetta er bara hugvekja. Já. Segjum það. Fíla það. Kalla hugvekja. Ég var svona að kjúa hérna, ég var að hinta á hann þegar ég sagði að það er svona kall í þér sko. Já. Sko, ég nefnilega En hvað kalla? þeir kalla það sennilega bara kallmennsku. Ok. Alvöru kallmennsku eða eitthvað. Eða eðli kalla kannski. En sko, þetta er nefnilega farið að vefjast aðeins fyrir mér sko, hérna þetta eitthvað. Og reynda líka trúnóið. Trúnóið Hérna, mitt? nei bara okkar. Nú? Bara koma hinga með trúnó. Já, að finna eitthvað mennur. Já. Já, ok. Mér finnst þetta svolítið krefjandi núna sko. Já. Þetta er þáttu 42 Já. og ég bara, þú veist, er ég ekki búin að tala um Þetta senast þátturinn bara Nei. Þú er náttúrulega komin í 12 podcast, þannig að þá verður þetta svolítið erfiðara. Já, en það er náttúrulega mismöndið þema sko. Já. Það bjargar þessu. Já. Annars geti ég þetta náttúrulega. Ég er með langan lista af einhverju dagsins. Já, sem að ég er með sem ég vil langan undirbúa á að vera með. Já. En ég er orðin alveg þurr í trúnó sko. Já, það þurr maður. Ég held að sé bara, veist, ég er ekkert margbrotnari persónleiki en þetta. Ég endist bara í 40 þætti og þá er ég búin að segja frá öllu sem að er eitthvað Ekki einu sinni 40, við erum að tala 20 þætti. Eitthvað merkilegt og ómerkilegt með mig sko. Já, 20 trúnó. Heyrðu, kalla pælingin. Sko, hún var svolítið til að því að nú var ég var hérna aðeins að chilla með henni Tönju Mjöll Ísfjörð Magnúsdóttur sem ég tók viðtal við henni daginn þegar hún var í heimsókn. Hvernig nennur hún að vera með svona mörg nöfn? Ég veit ekki, hún er líka fær ekkert að nota þetta allt á Facebook. Hún heitir bara Tanja M. Ísfjörð. Já, ég menn þetta kemst náttúrulega ekkert fyrir. Nei. Þetta getur með 3 línur á nöfnum. Nei, ég finn það alltaf svona með þetta að við erum helvitis ættar nafna pakk sko. Þetta verður rosalega erfiður hérna þátturhaugur. Efrist ættar hyski. Við erum búin að fara í svona 15 hérna krókaleiðir. Ég skal halda kæfti, hvað er með það? Já, nei Herri, já, hún sagði við mig eitthvað, þú ert svo mikill kall. Já. Jesus, hvað þú ert mikill kall. Og ég bara, ég vissi það ekki einu sinni. Og það sem hún var að meina voru hljóðin í mér. Og ég er bara fullkomlega ómeðvitaður um þau. Veistu hvað ég er að meina? Þú mátt tala, sko. Hljóðin. Bara hljóðin í mér. Erum við að tala um í podcasti eða hvað? Já, ég settist í bílinn. Settist Já, helviti gjögt í þessu. Já. Og hérna eitthvað svona ok, sonu minn svona sparki dekki hljóð. Já, hann er búin að hringja 5 sinnum. Ég er að reyna að skella á hann nær ekki skilabóðunum. Nei. Sendur hann skilabóð. Er í podcasti Jesus. Taktu strætó. Ég er ekki leigubílstjórinn þinn. Skrifa þetta bara orðrétt. Ég hef sagt þetta við hann maður. Hann tekur ekki strætó. Herðu, allavega þessi hljóð. Og það fekk mig til að pæla að hérna bara, einmitt, akkur er ég svona og einmitt, Hulda gerir þetta ekki. Hulda hefur vissulega, Hulda er semst kona mín, hún hefur vissulega sagt eitthvað svona kallakall. Ég ætlum að segja alltaf með plömmer, ég er með krónískan plömmer. Bara síðan ég bara mann eftir mér. Það var þetta verið svona grín að ég má ekki teygja mig upp í hillu. Það bara sést plömmer. Þetta snýst ekki að ég sé að beða mig niður. Það bara er plömmer. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað líffræðilegt frávik eða allavega, hún segir þetta um mig, þú ert svo mikill kall og þá fór ég kaupaði síðari peysur. Ég er alltaf að reyna það. En hérna, sko, já, og það er náttúrulega þetta þekkta og þá fór ég bara að pæla svona almennt hvað hljóð kallar leyfa sér. Og það er náttúrulega bara að rópa, þú veist, við komum svolítið upp með að rópa og prumpa og segja, rópa og segja ekki afsakið.
það fer alveg í mig sko. Já, ég gerði það Ég ætla að senda skilabóð núna því ég ekki sagt þetta beint við á hérna, Frikki og Óli sem spilið hérna borðspil með mér vil ég gjöra svo vel að hætta þessu og segja afsakið þeir eru búin að ropa ógeðin ykkar. Já, ok Takk. Haukur ekkert að grínast innan já, það er þessi stinj og hérna, þú veist, ég er að spenna beltið eitthvað svona bara, hvað er að mér? Þá fyrir að pæla, kalla pláss Kalla pláss kalla pláss Kalla pláss, já, ok Við tökum svo mikið pláss En hvað kalla pláss? Ég skal að hætta þessu að kallar þeir, sko, þá er ég að tala ekki bara físískt heldur líka svona andlegt til dæmis Ekki físískt heldur líka andlegt já, okay. Bara svona viðveran þeirra er svona, það er svona eitthvað þú veist, þeir eru mættir þú veist, og það fer ekkert á milli mála Nei. Út af látunum eða út af presensinu það bara skiptir máli að þeir séu þarna já, einhvern veginn þannig og þá er ég ekki endilega að tala þú veist, stundum hérna talar Hulda fólk sem er rafmagnað sem er svona eins og þú kannski núna svolítið rafmagnaður hvernig þá? Svona pirraður og svona alvarlegur og jafnvel reiður en þú ert ekki að gera neitt að segja aggression? Já, okay. Svona rafmagnaður segir sko. Ég er ekki endilega að tala það heldur meira bara svona já, einmitt bara viðveran er einhvern veginn plássverk og ég held að okkar hlustendur átti sig á því hvað er að menna að því að sko almennt gera aðrir einstaklingar þetta ekki jafn mikið og kallar gera þetta bara alls konar kallar og þá fyrir að veist, þetta fyrir ekkert endilega eftir einhverju stjætt eða stöðu endilega þetta er bara, jú það kannski er stjættavinkilana en allavega þessi plássfrekja svo er það líka alls konar svona hvernig menn leyfa sér eins og notabene, ég ætla bara að fara í gegnum þessar pælingar svo bara tölum við þú veist er þetta eitthvað sem að þarf að gera í er þetta neikvætt, er þetta eðlilegt hvað er þetta? Ég er ekkert að leggja dóma á þetta ég er bara að lýsa þessu til dæmis upp í vinnu hjá mér, sko, upp í MK þá er inn í mat hérna stofunni eða kaffistofu starfsfólks þá er svona, þetta er bara svona þú labba bara inn mitt herbyggi og þetta er bara svona kósí stofa í rauninni með bara fullt af sófum og sætum og alls konar og bara þú labbar inn og bara beint fyrir fram að þig bara svona í miðju herbygginu er svona risastórt taflborð og þetta er svona eiginlega bara skraut þú veist, það er enginn að setjast í kaffinu eitthvað að tefla nema einstakar sinnum 2 kallar og þú veist, auðvitað er gott að tefla og eitthvað ég myndi gera það, ég myndi kunna mannganginu en bara, þú veist, að hafa engar konur ég hef aldrei séð neinar konur setjast við taflborðið til þess að tefla, aldrei og ég bara fór að velta þessu fyrir mér með plássið, sama með að spyrja spurninga á fræðsluerindum, foreldrafundum öðrum fundum að einhvern veginn kallar verðast ekki fatta að það eru komnar 5 spurningar frá köllum enginn frá konu, samt eru 80% konur á þessum fundi ætti ég mögulega að halda kjafti og bíða þangað til að einhver kona skilurðu, það er bara þetta sem ég er að velta fyrir mig með plássið sko. Ok. Herðu, svo er það náttúrulega hið fræga kalla knús sem að ég hef nú ítrekkað ítrekkað og oft talað og þetta var nú hluta jákari kallmennsku átækinu, en þú veist þetta er ennþá bara í gangi og ég er með þess að knúsa stundum svona, þannig að það er ekki eins og einu svona allt fólki kringum mig hafi heyrt kalla knúsið en til þess að lýsa fyrir ykkur sem að kannski viti ekki hvað það er að þá er þessi tilhneiging kalla að þegar þeir hætta sér það nálægt hverjum öðrum að þeir knúsa hvern annan væntalega væntum þykju, ég reikna með að það sé eða kurteis, ég veit ekki Já, ertu ekki að meina líka þú veist, þetta er aðalega svona þegar þeir eru að hittast Já, eða kveðjast eða bara samhryggist eða, þú veist, ég veit ekki bara þegar að menn knúsast okay. Að þá er það næstu því lögmál að þeir klappa á bakið Já og hérna, og þetta er náttúrulega sérstaklega áberandi hjá kannski svona eldri köllum sem að berja og rópa Nei klappa baki og rópa það er lítil börn Já, það er enda búið að debunka það er ekki betra að klappa bakið á börnum til að rópa Já, átökum þessa hjáleið Það er best að láta unga barnið bara sitja og heldur svona við það lætur að sitja, það er best Gott að geta kent maðurunum að núti eitthvað Hérna já, já, ég sko
velti fyrir mér, ég tók þetta oft fyrir í erindunum mínu með kallaknúsi sem svona eina afleiðing af samfélagslegum hugmyndum kallmennsku og það sko hvort að þetta kallaknús sé svona afleiðing af inngróinni homofóbíu og gagnkynhneigðarhyggju að þetta sé fullkomlega ómeðvituð hegðun til þess að koma í veg fyrir tvennt að einhver haldi að þið séu því ykkur skona romantískri tengingu og B til þess að gera þessa stund ekki óþarlega einlæga þannig að þetta sé ekki svona of intimate svona þannig að þá er bara best að berja á bakið og sparki dekkin klára þetta af gaman að sjá í kallinn allt æboltanum snýta svona með að halda frá annar nöðsuna og blása hann ekki eftir svona ofbeldisfullt út úr hinni það er topp kallmennskan sko ég gerir það alltaf í sturturindar heima hjá þér það er svo gott að hreinsa nefið þá alveg bara harkalega sko og það virkar betur heldur en þegar maður snýtir sér í pappír finnst mér herru, svo er að kalla vanhæfni sem að mér finnst líka bara áhugavert það er sko þegar kallar einhvern veginn svona ég bara, þú veist við skrifum nú aðeins þetta vopnvædd vankunnátta eða vanhæfni í bókin okkar weaponized incompetence fyrir þau sem að vilja kynna sér þetta þú veist og það er bara þú veist þessi hlutir sem að kallar almennt einhvern veginn ég bara kann ekki á þetta þvottavélakerfi kerfi ég bara get ekki lært þetta ég meina hvort er þetta 30, 60, 1200 snúningar 1400 snúningar þú veist hvenar er hvað má hengja upp, hvað má ekki þannig að það er bara best að þú sjáir þetta sömu kallar geta samt alveg downloadað einhverju torrent og eitthvað sem er miklu tæknilega flóknara en þvottavél og svo líka við snúum sér við þú veist, ef þvottavélin bilar, hver fer að gera við hana? Þá kemur kallinn ég skal græja þetta, ég skal kíkja á þetta ég veit allt þvottavél skal kíkja á þetta í kvöld bara nema hvernig ná að setja þér bara svo heppilega einhvern veginn eða óheppilega vill til að þetta er kynja mynstur konur að sitja í þvottavél, kallar náttúrulega gera það ekki það er bara þetta sko, þegar við einhvern veginn svona gefumst upp fyrir verkefni eða lýsum því yfir að þetta sé svo flókið en kallar elda ef það er úti hefur pælt í því? Já, ég meina þeir grilla á pizzaofnin og allt þetta pizzaofnin, grilli, ef það er úti ef þeir geta kallað það eitthvað annað en að vera elda þó þau séu vissulega elda það er reyndar áhugavert sko nýlega rannsóknir sem að sýna að kallar í meira mæli farnir að elda heldur en áður og það er svona tengt við alla þessa kokkaþætti kalla kokkaþætti sko vera svolítið með svona svolítið þykkt skegg og vita svolítið mikið kraftbjór og vera svolítið elda ég veit það ekki en allavega kallar eru og við sjáum það bara líka og með mörg tattoo og rosalega þröngum stuttumaból ok, þú ert ekki að lýsa mér og svo getur þú kallað eitthvað svona gett svona kallalegt eins og svona helvítiskokkur kokkur djöfulsins, nei hvað heitir það? Helvítiskokkurinn veit ekki um hann veit ekki hvort það er og ég heldur ekki um hann en samt svo, það er svo mikið svona hvernig getur við gert þetta en gert það kallalegt og hann er náttúrulega alltaf að elda er það ekki á eldi þú veist, gaseldavél eða úti að grilla ég held það ég er bara svolítið að tala út en það sem ég er að meina hér er að trendið er sem sagt að því að það snýst allt við alveg eins og þú veist, ég manna ekki, einu svona áttu strákar ekki að þú veist, hugsa hárið á sér eða húðina sína núna er það svona aðeins normaliseraðara og þessi hluti breytast það sem sagt, þannig að hlutir hætta að bera svona, hvað maður að segja óæðri merkingu í sjálfu sér fyrir kalla hvað mennur þau? bara það vegur ekkit að kallmennsku þeirra eða virðingu að gera einhverja tiltekna hluti sem áður þótti hæfa betur konum eða vera tengt við kvenleika eða hinseginleika skilur þannig breytast valdatengsli þess vegna er ekki hægt að tala þú veist, eitthvað svona eitt dæmi nú eru kallafarnir eldæmi menna nú er alltaf verið jafnara en þú veist, hvernig er það? Hvernig breytast það? Kallar sem farin á leikskóla, þeir byrja til dæmis eða strákar, þeir viðhalda bara kynja kerfinu, eða valda kerfinu kynjaða mynstrinu inn í kvennabóksinu þannig að þegar rannsóknir eru gerðar á leikskólastarfsfólki þá sést að strákar sem stíga þarna inn þeir almennt eru frekar að sinna þessum karllæga hluta starfsins sem er að leika og æslast og fara í boltaleiki og fjör konurnar sinna umhyggju, þetta er bara íslenska rannsókn frá, ég man ekki, 2019 mennum mig þannig að
við þurfum að vera opin fyrir því hvernig við erum að í rauninni inn í okkar rými að viðhalda mynstrinu aftur og aftur. Allavega, þetta var með vanhæfnina. Já. Hvernig við svona bara gefumst upp fyrir þessu, sjáum ekki rykið, sjáum ekki skítinn, erum svo lélir í þessu, þannig að það er betra bara að þú sjáur um þetta. Já, og líka bara, þú veist, þegar ég gerði þetta, skilurðu, þá varst þú óánað með það. Þannig að það er þá greinilega best að þú sjáu bara um þetta. Já, einmitt. Hérna, sko, já, svo er það vinátta, kalla vinátta. Og það er þetta trend, sko, það er mikið álætt að sjá því helvítis aumingi ein maður. Hvað ertu búin að vera að fela þig? Eitthvað svona. Í staðinn fyrir að segja bara, vá hvað er gaman að sjá það, langt sinni séð þig og hérna, ég er búin að sakna þín. Af því að við hittumst einu sinni í mánuði eða eitthvað. Þú veist, það er bara þessi svona hnífaburður, sko. Kasta hnífum í hvern annan. Og það er vinátta. Djöfull, hvað kom fyrir hárið að þeim maður? Þú veist, í klippingu eða eitthvað? Hvað kom fyrir hárið að þeim? Þú ert svona að segja, ég sé út búin í klippingu. Lentir í sláttuvel. Já. Hvers konar eiginlega skóbúnaður er þetta? Þú veist, þegar þú ert eitthvað lítill líður yfir að vinnuðin er í miklu dýrari skóm en þú eða eitthvað. Æskilur, þetta er svona af hverju ekki bara segja, eru flottir skór maður? Já, kannastu þetta? Það er þetta að gera grín, sko. Já, það er samt annað. Af því að þetta er bara vináttan. Já, en þetta er tungumál kallkyns vináttu á marga vegu. Það er að grínast hvori öðrum, sko. Já, meint grín. Já, sem er ekki, sko, sem ég allavega, nú hef ég reyndar mjög takmarkaðar reynslu af því að vera kona og hérna bara nánast enga, sko. Hérna, ég hef ekki séð þetta í kvenna vinkonu samböndum. Þessar pillur, sko, þessar skot. Ég reyndar hef séð þetta hjá fótboltastelpum. Ok. Já, sem er svolítið áhugavert. Já, það er enda mjög áhugavert. Svona karlar gælur, sko. Okay. Sem að eiga svona, eru dálítið mikið í kaltæninni og skotunum og svona. Já. Og jafnvel reynda líka úr bara handbolta. Svona konundar í kringum sem að hafa mikið verið í, þú veist, alveg upp í meistaraflokki í fótbolta eða handbolta. Já. Þær eru svolítið þarna líka. Þannig að locker room tólkið smitast það milli klefa? Það er spurning. Okay. Svo er það, þetta er alveg að vera búið, svo er það kalla viðkvæmni. Ég sá einu svona myndasögu frá Vulga Drawings á Instagram sem er geggjuð. Vulga? Já, Vulga Drawings. Ok. Og hún var með svona, var svona að tala um þetta og þú veist, og það er þetta, sko, hvað okkur finnst hvað okkur finnst til dæmis túrblóð, þú veist, almennt finnst köllum það bara eitthvað ógeðslegt, sko, bara eitthvað túrblóð bara, hvað er að blæða út eitthvað svona sama með, sko, að sjá samkynhneigð í bara í bíómyndum, það sést náttúrulega aldrei milli kalla. Já, milli kalla. Já. Ekki kvenna. Nei, það er bara hot. Já. Það er náttúrulega bara fyrir þá að njóta. En það eru samkynhneigð kalla og það er bara, þetta er svo, það er maður, fuck. Ég get ekki verið að horfa á eitthvað svona hommaklám, þú veist. Þættirni núna, rivalry eitthvað. Íshockey strákarnir. Já. Sko, mér fannst þetta, það er svo mikið Heated rivalry. Já. Það er svo mikið þið sem hafi ekki hort á þetta, þá bara fyrsti þátturinn, þú veist. Ég hef ekki hort á þetta er á listanum heima bara. Ok, en sko, þetta er, sko, ég hef aldrei séð þætti sem eru svona, sko, já, sem að sýna jafn mikið af körlum, semst hommum eða samkynhneigðum köllum, vera í ástarallótum, að reyna við hvern annan og sýna svona kynferðislega spennu þeirra á milli. Já. Og ég er bara svona, þú veist, mér finnst það bara pínu óþægilegt. Herðu, af hverju? Þetta er bara eitthvað sem að, þarna kemur kalla viðkvæmnin, sko. Já. Og það sem ég er að velta fyrir mér þarna er þessi svona gagnkynhneigðarhyggja og ég nefnilega er þarna, sko. Já. Og skammast mér fyrir það, sko. Þannig að þetta er svona diet trúno hjá mér núna. Okay. Það bara, sko, ég er að horfa bara, ég er hann í mesta sakleysi mínu að horfa á eitthvað þátt, skilur það, og svo kemur bara eitthvað hommeri.
ég fæ alvörinu stundu svona býttu þetta nú kannski svolítið Já, þetta er ekki og svolítið mikið áðurinn ég næja svona komast inn í hausinu og bara hvað er að gerast núna, kallið minn Já, einmitt og af því ég er svo sko já, þú veist ef kynhneigð er róf sko Já ég held ég sé eins mikið gagnkynhneigður og hægt er að vera Eða ekki Nei, ég bara segi svona já, en sko og eitthvað í svona já, einmitt, þessu svona kalla já, hvað segja, bæði kalla reynslu minni Já, og því bara að hafa verið kall í þessu kallæga umhverfi sem að er á þessu landi, skilur við í nokkur ár hefur einhvern veginn orðið til þess að ég er bara þarna, veist, með bara fyrstu viðbröð eru bara hefði þið þurft að sína allt þetta eitthvað já, og þú ert ekki búin að horfa á ekki búin að horfa á þessu þætti Nei, ég þarf greinlega að reyna að láta þá vera svolítið teaching moment Nei, sko, þetta er Já, ég ætla ekki að segja mér en hérna, þetta er bara, þú veist, ég held að ég þurfi ég nefnilega fór aðeins að gera og græin í herbyggi í gær og hulda helt áfram að horfa á þettina Þú veist, ég er að spá hvort að þetta sé eitthvað svona kallmennsku moment hjá mér, sko að forðast að horfast á þætti Já, ok og fara bara að smíða frekar Já Nei, að því að mér, sko, þetta er náttúrulega mjög mikið drama fyrir utan það, ég hef bara almennt ekkit mjög mikla yrði að horfa á hluti nema það séu sjúklega spennandi og svo er þetta, hérna, líka allt þetta hommeri veist, og þetta er reyndar alveg áhört og það er eitt paraðna sem að, sko, að því að þau eru nefnilega nokkur hommapörin, sko sem að það er alveg ótrúlega krútlegt eitt parið er svona dæmigert svolítið svona kalla hitt er svona ótrúlega krútlegt og fallegt og svo er vist eitthvað meira, sko En hefur eitthvað lesið sko því ég hef ekki gert það, ég hóf bara að pæla í núna þú veist, leikarar sem eru hommar að leika homma versus leikarar sem eru gagnkynhneigðir að leika homma Nei hlýtur að vera einhver umræða það sem var áhugavert að lesa sko. En mér skilst sko að leikararnir sem vera að leika þessu séu ekki hommar, alltaf ekki að aðal stjórnundar, sko sem er áhugavert að því að, þú veist, þetta er alveg þvílík, sko, hérna þvílíka senur, sko Já. Og ég bara, þú veist, já maður sér þetta valla í hefðbundnu, segi ég formi, en já, allavega, það sem ég er að segja hérna með viðkomnina, þetta er einhvern veginn svona, rosa mikið hommeri, en ef það eru tvær konur sem er eitthvað svona romantíst, þá er bara svona eitthvað, þú veist, eða kall og kona, þá einhvern veginn hefur það ekki sér sömu áhrif, og það er þessi viðkomni sem að mér finnst svolítið áhugaverð, og ég er ekki að segja að ég sé laus við þessa viðkomni, heldur er ég svona að lýsa að því að núna eru sko lesbísk sambönd nákvæmlega jafn samkynhneigð Já, þetta er bara alveg það sama Þetta er bara nákvæm speglun Já, það er svo áhugavert að spyrja fólk sko þú veist, hver er munurinn sko? Þú veist, hvernig ætlar að svara þessu? Akkurat, en sko, það var tventarna, það var einmitt samanburður við hérna tvær konur og svo með túrblóðið þú veist, sömu kallar sem að kalla viðkomnast yfir túrblóðið, þeir hins vegar eru rosa hrifnir af blóðum steikum, þú veist, fara og veiða og snúa fugla á hálslið og það verðist verið ekki neitt mál en túrblóð það, þú veist, ef það er í bíómyndum eða bara, þú veist, ég veit það ekki á gólfinu hérna heima hefur ávart eða eitthvað, veit það ekki þá er það ógeðslegt, sko Lakinu Já Fattar við, þannig að það er bara þessi viðkvæmni Herðu, 20 viðbót það er kalla valdsækni og þá er ég að tala um sko þessi tilhneiging að vera í yfirbráðstöðu í sem flestum aðstæðum í það minnsta gagnvart öðrum, eða semst hinsegin fólki og konum Þetta er alls ekki ein pæling hér Nei, ég sagði þetta var smá pæling rosalega marga pælingar Já, ég sagði þetta var smá pæling okay. Smá pælingar kalla og það er sko að hérna til dæmis bara, ef þeir eru bent á mistök og þá er sko að því að ef við gerum mistök
þá einhvern veginn er ég ekki með hlutin á hreinu, þá missi ég smá völd og til þess að ná þeim aftur þá fyrir ég vörn og segi, já en samt skilurðu, eða að reiðast þegar að til dæmis umræðum jafnréttsmál og forréttindi er í gangi, þá svona upplifur einhvern veginn að þú sést svona settur einhvern veginn og reiðist, sækir völdin og jafnvel lemur á móti og þetta var náttúrulega mjög algengt í tengslum umræðum þriðjuvaktina sem að ég skil vegna þess að það er ekkert óþægilegra heldur en þegar einhver kemur aftan að þér með eitthvað sem þú eru aldrei pælt í og svona bara búm hendir í andlitaðar á fullum þunga og þú ert bara þetta að segja þessi ömurlegur æskilur og ég hef alveg verið þannig þegar Hulda hefur einhvern veginn komið til mín árið að skrifa bókina og svo sem eftir hana og segir eitthvað svona við mig og ég algjörlega grunlaus að þetta sé hennar upplifun og þá verða mín viðbrögð að fara í vörn eða túlka það já nei ég er ekki að meina þetta þannig skilur túlka, ertu þá að segja að ég sé bara gjössanlega vonlaus og sé ekki að gera neitt inn að heima svona viðbrögð og þetta er svona einhvers konar til þess að vera í valdastöðu til þess að halda virðingu sinni og já, og vera við völd annað er náttúrulega bara það er svona gamalt dæmi en ég fekk þetta einu svona sendir, ég var eitthvað að pæla í þessu nokkrum árum þá var einhver stelpa sem sendi pappa sinn og sendi dæmi sem sagt eitthvað svona, þá var ég eitthvað að pæla í svona kalla þá sagði hún, já til dæmis þegar pappi og mamma er eitthvað í útlöndum þá, þú veist, voruð með svona landakort eitthvað, voru að rifja upp eitthvað á ræskunni eitthvað pappi hann stoppaði aldrei og baði leiðbeiningar hann ætlaði alltaf að finna út úr þessu sjálfur með landakortið þú veist, það er þetta, þessi svona meinta sjálfstæðis þörf að vera við völd, vera ekki háður einhverjum öðrum þurfi ekki að biðja aðstoð, ekki viðurkenna að þú skilir þetta ekki alveg bara feika það, þú veist, vertu bara confident og haltu bara áfram, vertu bara með völdin og gerðu frekar eitthvað rugl heldur hún að segja, byrju, ég skil ekki alveg hérna. Samt var þetta einn af fyrstu mönnunum sem var til í GPS-ið sko. Hver? Þessi maður sem varst að tala sem vildi ekki spyrti vegar. Já, en það er náttúrulega tækni sko, við erum alltaf til í hana. Þó svo þetta sé einmitt það að það vera að taka algjörlega af þér átta skynjun að rata rýmisgreind en þú ert ekki að fara að reiða þig á einhvern annan einstakling sem að þú veist þú reiðir bara sjálf og tæknina þú ert að sjálfsögða að reiða þig á aðra einstaklingar sem að gera þetta fyrir þig, þeir bara gera það í gegnum þessa tækni herru, síðasta og þú nefndir aðan og það er kalla grínið hvernig okkur hættir til mjög oft og við gerum það hér sjálfur sko að þegar umræðan verður of djúp eða of nærgöngul og einlæg að þá sprengjum við á þrýstingin með gríni og svona léttum aðeins andrúmsloftið. Við erum ekki að fara að vera eitthvað viðkvæmni hér við kallanir þannig að og sko og líka bara ef að menn þora yfir í það fyrsta að fara á einhverja dýpt og einlægni og opna sig að berskjalda sig að þá einmitt er stutt í grínið og svo eru náttúrulega mjög margir sem að bara fara aldrei ekki stjúft þú veist, þeir bara, já, ég er ekkert að staldra við þetta, já, neini, þetta er ekkert mál ég bara, og svo kannski er það mál svo kannski bara er það í alvörinni eitthvað issue og við vitum út úr rannsóknum að það hjálpar að tala hluti, jafnvel þú fáir ekkert feedback, heldur bara valideringu eða, skilur við þannig að jafnvel þó rannsóknir sýnir það, þá samt sem áður eigum við það til að bara halda í grínið, halda í kaldanina og fara ekkert inn í þetta bara hunsa, fara svo heim og vera bara, ég veit ekki, litlir í okkur eða reiðir og þið hjálpa mér þess að bara að klára hugsanir bara með því að tala eins sko. ég geri það oft sko en já, ég er búið með þessar pælingar og það sem ég er velta fyrir mér er bara, þú veist, er þetta ég er að veltaði fyrir mig sko hvort að þessu verði bara aldrei breytt að þetta búið að vera svona svo lengi sko mörg af þessum dæmum allan og þetta átt ekkert við alla kalla en það er þetta kalla dæmi sem ég er að taka en eru samt ekki alltaf í svona undanfarið hafi ekki verið svolítið fleiri kallar samt sem geta funkarað svolítið utan þessara gilda sem þú ert búin að vera að telja upp án þess að það þykji vera
undarlegt eða hommalegt eða þú veist Jú, það fer náttúrulega eftir samingi sko, eins og að gráta, það er alltaf í lagi að gráta á fótboltaleikjum Já, þú veist, það er alltaf í lagi að sína smá tilfinningar, svona bara samt ekki mikið, svona menn, bara þannig að þú sýnir að þú sért mennskur já. þannig að fólk haldi ekki þú sért siðblindur eða fattið að þú sért siðblindur eins og sumir sem hafa leikið sér að því að þykjast vera að gráta og vera rosa sorry opinberlega þú veist, þannig að við þurfum líka að geta sínt pínu tilfinningar eða feika það Já. þannig að hérna, þetta eru þetta aldrei svona eitthvað svart og hvítt og annarkvort eða og jú, ég ætla alveg að taka undir það að það eru miklu fleiri kallar eins og við og bara strákar sem eru miklu svona betur tengdir tilfinningar sínar og eru bara miklu meðvitaðri þessi valdatengst sem að við kannski svona margir hverjir erum að bera uppi með ómeðvituðum eða óyrtum hætti sko en hérna, já, en þetta kalla múf sko og þessi óhljóð í mér og hérna og eitthvað svona, ég held samt að þetta sé eitthvað sem að ég þurfa að pæli Ok ég held ég þurfa að pæli hversu mikið pláss ég tek með þessum óhljóðum mínum og rópum og eitthvað svona sko Já, nema pælingin sé að hvetja konur til þess að vera duglegri við að prumpa og rópa já, mér veit það ekki já. Nei. Þetta er klálega mjög breytilegt eftirköllum sko Já. en þetta er klálega líka kalla þeng sko Já, alveg 100% og það gilda aðrar svona samfélagslega reglur allskins búkljóð og hérna ógeð sko já og það sem eitthvað svona ræskja sig og hnerra hátt og allt þetta dæmi sko já, reyndar hérna ég veit ekki hvort að Hulda verið brjáluð það er reyndar eitt sem Hulda gerir sem að er sérstaklega svona ég held að það sé ættgeng því að hún talar oft að amma sín og mamma sín gerir þetta líka og systir hennar hún er bara hendaði öllum undir vagninu Já. það er eitt senasti þátturinn okkar í dag já, ever að hérna að hún svona ég veit ekki alveg hvað þetta er en það er eitthvað svona ræsking eða eitthvað svona eins og að sé eitthvað í hálsunum það er svona þetta hljóð djúp ræskingin svona eitthvað Já. ég veit ekki hvað þetta er sko svolítið svo að leika gæs eitthvað og dóttir mín er farin að gera þetta líka Nei. Jú, okay. bara eitthvað svona yfirþyrmandi óhljóð Já. sem ég bara játta mikið á Okay. já, herru, sorry Hulda Getur þú komið með upptöku af þessu næsta þátt? Já, ég reyna það Já, herru, ég lofa hennu líka að sína mynda henni hérna, Jennifer sem ég glemdi að hendin í hópin okkar Já, alveg rétt Ég þarf að finna hana Já, er til í það Ég náttúrulega glemdi því Já, ég glemdi því líka Já, herru, förum á eitthvað trúna eða eitthvað bara Nú fara tveir kallar á Trúnó. Nú fara tveir kallar á Trúnó Ég ætla að segja þér frá einu sem er samt svolítið eins og þú varst að gera sko. Þetta er kannski ekki alveg svona 100% Trúnó þetta er svona Trúnó / pæling og þetta tengist því að lesa bækur okay. Ég nefnilega að sjálfsögðu vinn svolítið í þessum geira en skammast mín svolítið fyrir það að ég hef ekkert verið að sko ég hef eiginlega aldrei verið að lesa jafn mikið og ég hefði vilja vera að lesa og mér finnst ég eiginlega svona þetta hefur verið svolítið svona rykkjótt gengið svona upp og niður sko stundum kem ég mér á hérna gott ról og svona stundum fellur þetta niður og þegar þetta fellur niður þá er það eiginlega alltaf út af því sama það er að þegar ég hef tíma og gæti verið að gera eitthvað sem að ég veit að gefu mér mjög mikið og ég tala betur um það síðar þá er ég bara að hangi símanum í staðinn það er algjör óþrandi að gera eitthvað svona sem er bara jú, ok, þetta er alveg hvílt fyrir heilan og maður er aðeins að geta leyft sér að
hugsa ekki eitthvað sem í gangi eða það sem maður þarf að gera eða hafa áhyggjur af ykkur en það líka hægt að gera það með að lesa bækur sko. Og það gefur manni miklu meira og bara þetta sko að njóta lista eitthvað sem að ég held á þeim stað sem að heimurinn í dag á því undarlega ferðalegi sem að Kallinn segðu þau afsakið? Ég ætla ekki að segja afsakið. Nú eru þau cancela. Hvað var ég að segja? Á þessum stað sem við erum í heiminum. Á undarlega ferðalegi sem að svona, hvað ég að segja? Siðferði bæði ráðamanna og kjósenda á almennt siðferði getur við sagt kannski já, svona þú veist, ég hef áhyggjur af náttúrulega köllum og ég hef áhyggjur af yngri kynslóðum í þessu samhengi sko þá held ég að sé gífurlega mikilvægt að njóta lista og að lesa og ég finn það á sjálfum mér að mér líður miklu betur ef ég að lesa það að segja á þeim tímabilum í lífinu mínu þar sem ég aktíft að lesa ég verð frjórri í hugsun ég svona ég læri að meta það sem ég hef á þeim tíma betur ég nýt lífsins betur ég verð þakklátari og ég get haldið áfram þetta gefur mér bara svo mikið að lesa skáldskap en kannski þetta sko sem sagt, hvað maður að segja öfugt orsakasamhengi sko að þú lest þegar að þið líður betur og ert þakklátari Nei, það er ekki mín upplifun Nei, bara pæling sko. Og ég finn bara að það hefur áhrif á mig að lesa góða bók og bækur sem að sitja eftir í manni og verða hluti af bara manns hugsunum og tilfinningum eru til sko og það erfitt að finna þær ef maður veit ekki neitt en ef maður finnur þær þá það svo dýrmætt sko og þetta svona, já, hvað svo tegund afþreyingar sem náttúrulega búin að vera á miklu undanhaldi af því að við erum að lesa svo mikið bara í símanum og bara þú veist þættir voru ekkert almennilega á þessu leveli sem eru til í dag þeir voru ekkert almennilega til fyrir bara frekar fáum árum þú veist, The Wire er bara svona fyrsta svona alvöru þáttaröðin sem er djúp, sem er bara eins og skáldsaga sem er bara svona og kemur einhvern veginn á stað bylgju sem er búin að vera bara búin að ganga bara án afláts síðan og í dag er svo mikið til af þessu að bara, þú veist og ég horf mjög mikið á þetta sko og bara alls ekki að setja út það en þetta er svona viðbót sem að virkar allt öðruvísi á mann af því að þú ert að nota bara allt aðra staði í heilanum að þér þegar þú ert að lesa skáldverk og mér langar bara að hvetja fólk til þess að gera þetta. Ég veit að mörg sem að hlusta á okkur lesa mikið og en ég veit að það eru rosalega mörg sem að bara hana úti í samfélaginu skilur, sem eru bara alveg hægt að lesa þú veist, lestur er bara eitthvað sem börn gera þú veist, þú lest bara barnabækur og svo bara hættir að lesa sko. Já, lest fyrir börniðin og lest fyrir börniðin og það er sko, að því að núna kemur þessi þáttur út á mánudag hvaða dagur myndi það vera? Það myndi vera 9. Og þá er rétt tæp vika eftir af bókamarkanum sem er í gangi í Garðheimum sem hættir 15. mars. Er hann alla daga? Já. Og bara á opnunartíma Garðheima og ég er að segja við ykkur afsakið, farið þangað
kaupið ykkur nokkra bækur þið getið keypt bækur. Veitu, ert þú sponsoraður? Nei, Akkur veit ég ekki því ég græði ekkert af þessu ja. Græði ekkert á þessu, ætla að segja. Fariði og kaupið ykkur bók eða bækur þegar þær koma út í jólabókaflóðinu eru ógeðslega dýrar. Við erum að tala um það að þú veist, easily getur ein skáldsaga verið 8.000 kall. Já, easily. Já. Meira þess að þú sem brentuð ég veit ekki svo hvar í heiminum. Einmitt. Þannig að ég skil alveg að fólk sé ekki að hrúa þeim í köruna hjá sig, sko. En kannski, fá í jólagjöf, getið óskað eftir því. En við erum að tala um það að, sko, þið getið keypt sumar bækur núna sem kostuðu 6, 7, 8.000 þegar það voru nýjar og þær eru bara örfára ára gamlar. Þið getið verið að fá þær á, sko, 2.000 eða undir. Nei, alveg. 1499 er algengt verð, 990 er algengt verð í bókamarkanum og meiri segja 690 og 490 og þá er ekki, við erum ekki að tala um einhverjar þunnar bækur, við erum bara að tala um bara almennilegar íslenskar skáldsögur á undir 1000 kall. Wow. Þannig að fariði og gerið þetta og ef einhver annað úti er alveg klúles hvað hann á að finna, það er náttúrulega ógeðslega mikið annað, þá ætla ég ætla að lesa bara nöfn á nokkrum rithöfundum sem ég fíla. Please, ekki bara kallar. Ég er með eina konu. Nei, tjók. Listin er eftirfarandi. María Elisabeth Bragadóttir, Guðrún Eva Mínerudóttir, Dagur Hjartarson, Jón Kalman Stefánsson, Fríða Ísberg, Gerður Kristný og Alexander Dan Vilhjálmsson fyrir þau sem að vilja meira svona af svona furðusögum eða svona sci-fi-isma. En öll hin eru kannski það sem við myndum segja að séu svona fagur bókmenntir. Eru þau í skáldskap? Já. Og og þetta er fólk á öllum aldri og þetta er bara svo veist þú veist, sko leiðilegasta árlega umræða allra tíma fyrir mér eru listamannalaun og rithöfundarlaun. Sko hún er drifin áfram af fólki sem skilur ekki bókmyndir og skilur ekki hvað þetta er ótrúlega dýrmætt fyrir íslenska þjóð og að við þessi pínu litla þjóð sem að hýrist hérna út í ballarhafi að við eigum svona ótrúlega marga ótrúlega frambærilega og bara stórkostlega rithöfunda er eins og mesta gæfa sem að hefur hent okkur. Það er bara þyngra en tárum taki að menn eins og til dæmis Dagur Hjartarson sé ekki bara á fullum launum við að skrifa. Að hann þurfi að vera, ok, ég veit ekkert hvort hann vilji vera að kenna eða whatever, eða vilji bara vera að skrifa, en ég ætla að lefa mér að orða bara þannig að hann þurfi að vera að kenna í menntaskóla og skrifa svona þegar hann getur fundið sér einhvern tíma í það. Bara þú veist, að þessi ekki að borga þessum manni fyrir að vera að skrifa er sorglegt. Og það eru mörg önnur í þessum sporum sem eru bara svo, þú veist, þetta eru bara ótrúlegir höfundar og bara að þegar maður finnur bók sem maður fílar og maður hefur tíma til þess að lesa og finnur hvað þetta gefur manni, þetta er eitt af því besta sem að maður getur fundið sér og kallað af þeir engu, en þetta er samt eiginlega meira en það. Já, sko ég ætla að játa eitt hérna fyrir þér. Já. Að þú byrjar á að segja lest ekki að mikið og vildir. Ég hef bara allt mitt líf verið svona með mismikla skömm yfir því hversu lítið ég hef lesið. Já. Ég hef eiginlega bara lesið ritrýnt efni, bara rannsóknir og mest bara svona aðalatriðin, sko, bara svona niðurstöðunar og svona samhengið og bara allt praktist, bara tilgangur, bara kjarnað. Ég hef, sko, ok, það 20 í þessu að ég var stundum bara, ok, hérna er geðveik bók hérna og ég hef alveg lesið einhverja bækur en þar reyndar eru líka fræðibækur, ekki skáldsögur, að sko og ég finn alltaf svona
bara eitthvað, þú veist, hvað er að mér? Og meira þess að hef ég ekki erði að hlusta á bækur sem að ég þó hef gert oftar heldur en ég hef lesið bækur. Ég er enda nýkomin með glerugu, ég var með einhverja þú veist, man ekki plús eða mínus 2, ég var alveg með töluverða sjónskekkju líka á eitthvað. Komið 8 skipt glerugu. Þannig að það var ekki að hjálpa mér sko að lesa, því ég var bara svo þreyttur, ég þurfti bara að fara að leggja minn þegar ég var búin að lesa í 20 mínútur eða eitthvað. Og svo náttúrulega er ég líka alveg klálega eitthvað staðar á einhverju athyglisrófi sko, þannig ég hef ekkert ég líka sko mikið athyglisbann. Stundum þóli ég bara 1-2 kafla í einu sko. Já, og þegar ég hugsa núna það, ég var ég til að lesa í kvöld í staðin fyrir að, ég veit ekki, skrolla á Instagram eða vera að klippa einhver vídeo eða eitthvað, þá hugsaði ég nenni ekki, það er svo mikið átak fyrir mig, það er svo mikið gjörningur, þú veist, þetta er bara eins og að byrja að taka til heima á sér. Ég upplifði þetta þannig. Já. Og ég skammast mín fyrir það, af því að mér langar reyndar ekkert að lesa skáldsögur, af því að ég vil hafa tilgang og ég vil sjá eitthvað, þú veist, ég vil geta að nota þetta á. Það er tilgangur sko. Já, ég sé hann ekki. Ég meina, hver er tilgangurinn að horfa á þáttaröð sem er skáldverk? Afþreying, heiladauði. Akkurat. Stundum samt ertu að horfa á efni sem er ekki heiladauði, heldur það virkilega svona er inspiring innblás. Veitið er innblástur. Og það stundum hjálpar þetta manni að skilja sjálfa sig sko. Þú veist, ég geng alveg það langt og stundum hjálpar þetta manni að þróa sig og þroskast og þetta er bara, þú veist, þetta er ekki, sko, skáldskapur er ekki bara skáldskapur, þú veist, hvað er skáldskapur sko, þú veist, nú erum við komin í bókmenntapodcastið sko. Þetta er bara svo miklu stærra. Ég ætla að fara núna, ég ætla að lána þér bók og þú ætlar að lesa hana. Þetta er áskorun. Ég fekk bara hjartslátt, ég fekk svona eins og ég ætti að fara að gera eitthvað ógeðslega bara erfitt. Ég skal finna fyrir þér bók sem er ekki eitthvað dóðrandur. Ég ætla að fara á hana bókamarka með krakkana og okay. Það er hellingur af bandabókum hana, ódýrar. Og ég ætla að reyna að finna mér einhverja bók, einhverja svona fræðibók. Nei, finntu þér einhverja íslenska skáldsögu eftir konu. Ok, aðja, reyni það. Og svo ég helling til að lána þér eða vilt. Aðja, ok. Eitthvað meira með þetta Trúnó, bóka Trúnó? Nei, það var í rauninni bara, þetta var svona tvennt hjá mér sko. Það var annars vegar að hvetja fólk til þess að nýta sér tækifærið ef það vissi ekki af því að það getur fengið bara ótrúleg listaverk á hlægilegan pening bara því að það var eitthvað til umfram í upplæginu og það hefur seldist ekki í jólabókaflóðinu fyrir einhverjum x árum og þetta er svolítið svona skrítið hjá okkur sem þjóð. Það er þetta jólabókaflóð. Það bara koma 39 titlar og þeir kosta allir 6.000 eða meira, sama hvort þeir séu harðspjalda innbundnar veglegar eigulegar bækur eða bara einhverju litlir bæklingar. Ég ætla nú ekki að gera lítið úr því að Andri Snær Magnússon sé að skrifa bók, en ef við tökum sem dæmi í Jöndusteit sem er bókin sem hann var að gefa út, hún er bara svolítið svona eins og Almanak Háskólans, bara eitthvað svona mjúkur svona bæklingur ekkur. 6.000 kall, 7.000 kall, það er galið ef þú ert að horfa á umbúðirnar hversu eigulegu gripurinn er, en það er náttúrulega, svo getur við fara að tala bara ok, hvaða máli skiptir það með við innihaldið og vinnuna og listina sem er fólkin í innihaldinu sko. En það var sem sagt svona, annar tilgangurinn og hitt var þetta í rauninni að svona viðurkenna fyrir þér og öllum að mér finnst ég ekki lesa eins mikið og ég vil og það hefur verið barátta bara allt mitt líf að bara, nei, nú verði ég að lesa og alltaf þegar ég næði að vera komin í það að vera að lesa þá er ég bara í alvörinni betri maður og ég hugsa öðruvísi og mér líður betur og ég ég fæ svo mikið innblástur og ég nýt svo mikið þessara listar og ég man ekki hvað hitt var sem ég ætla að segja, en það var örugglega eitthvað geggjað. Já, betri maður, sko eitt svona sem ég ætla að játa hérna að lokum og kannski senda út sérstakar þakkir sko. Já,
ég náttúrulega í grunninn helvítis kallakall og ég held að svona ein helsta ástæðan fyrir því að ég útskrifast úr menntaskóla aðeins hálfu ári á eftir svona almennt eins og ég hefði sko að þakka minni fyrstu kærustu fyrrverandi kærustu minni fyrstu alvöru því að hún Ekki Jennifer? Nei, það var ekki Jennifer Okay. Hún ég ætlum ekki að nefna hana nafn hún kannski kann ekkit við þetta hún stundur las bara heilu bækurnar sagði mig síðan aðalatriðin svo fór ég í próf Þetta sko dæmigert milli kalla og kvenna strákastelpna en við erum að tala í kringu 2004 eða eitthvað, 5 þá bara gerði hún þetta og bjargaði mér sko Já, Eða ekki Kannski bjargaði það bara alls ekki Já, hún bjargaði allan á útskriftinni og ég var student Ef þú hefði þurft að lesa þessa bækur þá kannski væri þú bara í dag eitthvað bókmenntasjeni Var ég kannski bara Snorri Másson Hefði farið í bókmenntafræði í staðin fyrir kynjafræði Já, og í frambúð fyrir miðflokkin Virkilega byrjaði að njóta list Nei, þetta var vitlaust var bara vitlaust Já, sorry, það var þessi hérna Það komið að hlustanda dagsins. Já, sorry maður, ég ítti bara á vitlaust að taka, ég var að drífa mig Já, herðu, þetta áskorun Nú? Sko, ég veit eiginlega ekki hvernig við erum að fara með þetta þegar þetta áskorun og við eigum ekki að eigum að gera núna Lestu miðan Sko, hringið í einn vin sem þið hafið ekki hitt í að minnstakosti ár og skipulegi hitting Mari Eldey Hvernig túlkar þetta? Eigum við að hringja núna í beinni í hann og skipuleggja hitting eða eigum við að skipuleggja hitting og svo segja frá því í hlustandi dagsins þegar við erum búin að því Ég get ekki verið að hringja bara í eitthvað sem ég ekki heyrt í 1 ár Það ekki Bara í beinni? Þetta er ekki nóg skýrar upplýsingar en við þurfum að ákveða hvernig við tökum með Sko við höfum 5 mínútur til þess að leysa miðan Það er lofur sem við gáum Já Við getum alltaf sagt bara ok Leysum það Búið En það er ekki það sem að miðin segir Nei Hringið í einn vinn sem það hafi ekki hitt í að minnstakosti ár og skipuleggja hitting Ég get alveg gert það núna, skilur Eitthvað sem þú er ekki hitt í heilt ár Já, gera það Er ég með tengt við Nei Tengjast einhvern veginn Getur ekki hringt mínum bara Erum ekki alveg búin að preppa þetta Ég veit ekki eins og Jú, herri, ég man símanum bara þess Ég hef samt ekki hringt í hann í svona 12-15 ár Þetta er svona dæmið það sem við erum að tala um áðan að sko áður ætla að segja er að ég man tölur bara svona sjúklega vel sko. Herri, ég ætla að tengja símaðinn Hvað er með það? Þú getur bara hringt í hann líka 8631278 Heldur hann svari mér? Ég var sko að unpera mig við tækið Þannig að ég ætla að kveikja núna og aðtöku hvort þú finnir rótkaster Bluetooth Þetta er gott útvarp Það fljótur Herru, tíminn er að tikka hérna maður Blue 2 Rótkaster Röði Það kemur ekki til það sko Haukur Bara leita Já Leita Herru, það kom Nei, þetta er símið þinn Já, hættu því Djöfis. Herru, ég tengi mig það bara Já Hérna Ekki successful hérna Æja Þetta er nú svolítið leðilegt Já Tíminn flýgur hér frá okkur Þetta var rosa svona Við vorum komin á rosa gott svona flug Já Í Trúnó og eitthvað og svo mætti bara halda að við séum í live þetta núna Ég meina við erum tæknin að stríða okkur alltaf í raunin að taka upp efni sem að kemur óklift út Við erum ekkert í því að feika hlutina hérna Herri, ég tengdur Já. Sko, ég verð bara að veistu að mér finnst það vandræðalegt
við verðum eiginlega að gefa meiri tíma ef við ætlum að ná að klára þetta sko. Já, ég hafa þetta 5 mínútur. ætla bara að ringja í eitt sem ég hef ekki heyrt í mjög lengi. Ok. Aðtöku hvort hann svari mér. Þú bara Steal My Thunder hérna. Já, ok. Á ég að slá hann símanúmer? Já, hvað er maður? 863 863 1278 863 Ekki vera að ringi í hann samt. Kristján? Já. Rétt munið að mér. Hann heyrir í mér eða ekki? Já. Ok. Hann svaraði ekki. Hann sé bara Þorsteinn átt eina svo. Í maður, sá gæi. Hvað er hann að ringi Hvað hann að ringi mig? Taktu tikkið út maður. Nei, þetta er spennandi. Lækka þér. Og hvað er leiðilegt að hann svarar ekki? Hann svarar ekki. Tökum 3 hringi viðbútt. Ok. Hvað er hann að vinna? Ég veit það ekki. Ég hef ekki talað með henni mjög. 2. Þannig að hann veit kannski ekki að við séum með þátt saman og er bara eitthvað. Held ekki. Nei. Herru, já. Herru, þá, hvað á ég? Ég á 2 mínútur. Ok. Herru, þá ætlum ég að ringja í hann Bjarka. Hvað segirðu Marja? Var þetta ekki nákvæmlega eins og sást fyrir eða að þetta myndi fara fram hjá okkur? Það er gaman að þér að útskýra þegar Kristján hringir tilbaki þig. Bjarki, hæ. Blessaður. Herru, þú ert hérna á upptöku, við sem sagt erum hérna að taka upp hlaðastátt og fengum áskorun. Já. Og áskorunum var að við áttum að heyra í einhverjum vin okkar sem við hefum ekki heyrt í meir en ár og skipulegja hitting. Ok. Til það. Þannig að ég ætlaði bara að heyri þér og aðtöku hvort að við hefum ekki að taka þennan kaffibolla sem við töluðum einhvern um. Jú, klálega. Hvað hvernig ert í næstu viku? Býttum við. Ég er busy en hvað tími henda þér yfir daginn? Sko, ég er yfirleitt góður fyrir hádegi. Sko mánudaginn klukkan 11. Sjá, mánudaginn Þriðjudaginn klukkan 11:30. Miðvikudaginn off. Fimmtudagur off. Föstudagur milli 9 og 10:30. Herðu, það er negla. Föstudagurinn 13. Föstudagurinn 13. Hvað sagður, 9:30? Já, þessna, ég er laus sko alveg til 11:30. Já. Herðu, þetta er bara negla. Ég sendi skilabóð eftir líka. Ég er til í það. Það er gott að heyri þér við bara tökum upp þráðin eftir rúma viku. Thank you, bye. Já, bye. Já. Hann er ekki tringt tilbaka. Vinur þinn? Kristján? Nei. Þá slepp ég bara við þetta. Herru, ég hef ekki að fara að hitta hann. Ég hef ekki talað við, sko, Bjarki, hann er semst æsku vinur minn. Já. Og við vorum límdir saman frá því svona 7. bekk og upp 10. Já. Vorum bara tvíkir. Er þetta sá sem að var kosin herra á undan þér og já. Þú varst aldrei... Já, hann var herra foldarskóli í 8. bekk. Ok. Má ég biðja mynd af ykkur þegar þið hittist? Já. Þá getur þið sagt eitthvað svona herra 8. bekkur og herra 10. bekkur hittist í kaffi og við fáum þetta inn á spjallopin okkar. Já. Og þá getur við séð svona hver er búin að viðhalda lúkinu betur? Já, en sko þetta var náttúrulega ekki lúk. Þetta var vinsældir. Já, þetta voru vinsældir. Já. Hann var náttúrulega mjög vinsæll á meðal eldri krakkana og ég var þarna greinlega vinsælli meðal yngri krakkana. Já. Einhverju hluta vegna. Heyrðu, já, ég hef semst ekki talað við hann bara í fleiri ár. Já. Og hann sendi mér skilabóð fyrir einhverju síðan þegar það var allt vitlaust eitthvað í fjölmiðlum út af mér. Þú var að taka kaffibölla? Já, ekki að taka kaffi. Hvað land síðan? Má sjá. Og þú varst ekki að ganga á eftir því sem þetta? Nei, svo bara datt þetta upp fyrir, sko. Æ.
herðu, maður sjá Erum við að tala um mánuði eða? já, Já, vandræðilegt. þetta er á síðasta ári sko. Nei. Jú, herðu, við ætluðum að hittast í mars Nei. í fyrra Í mars? Já. Það er mars núna, sko. já, Þorsteinn. það er meir en ár síðan við vorum að þú veist, hann sendi mér hérna, og ég var, nei, í februar Herri, ég heldur endar að það sé örugglega ekkert skáraði mér, sko. ha, Það er örugglega ekkert og þar áður voru samskiptun okkar árið 2022 þannig að þið sjáið að þarna er áskorun sem að leiði af sér tengsl aftur. Herri, ég ætla að flettis upp hérna hjá mér. Sko. Við erum að tala hérna saman í júlí Á þessu ári? Nei, í síðasta? í fyrra Já, og þá stingur hann upp á þannig að ég er bara pínulítið skára en þú þá stingur hann upp á að við hittumst kannski já, á undan því seinustu skilaboð eru 2018 nei Svo ringi ég bara í hann Já. Shit. En hver er þessi Kristján? Hann er svona það var svona þungaroksvinnu minn þegar ég var í þungarokkinu þegar ég var sem mest í því sko þegar ég var svona já við erum alveg bestu vinir sko svona 16 þegar ég er svona 16, 17 18, 19 ára Já, 20 ára hefur ok svona þessum tíma Svona svipað bara já Nema við Bjarki vorum nú lítið í þungarokkinu lítið já Eitthvað aðeins minna já Við vorum reyndar í System of a Down og svona nú Það er nú eitthvað Og fyrirlítum sko svona hérna commercial aðdáðandur System of a Down nú Já, það voru eitthvað tvær plötu Það var fyrirplata og svo kom eitthvað fleiri Við vorum svona í því sko hann að fyrra stöffinu já já Já, það voru geðið kúl já debutplatan þeirra var náttúrulega svolítið svona skellur hún hafði mikil áhrif Þannig að Chop Chewy, það var bara eitthvað svona Nei, þetta er eitthvað Já. En já, ég hef ekki að segja þetta bara gott eða Við erum búin að vera rúman klukktíma já Og ég, hvað er klukkan? Já, ég þarf að segja, leikskóla það var sækileg svo ég líka Herðu, hérna við erum hérna hundbarðir eiginmenn Já. og við sjáum að sækja á leikskólan og fara heim Kúamenn smyrja brauð Já Og hvað var það aftur sem að, já, elda ristabrauð Var ekki eitthvað svo leis, elda súrmjólk elda súrmjólk Mjög gott pappa beður alltaf elda súrmjólk Já Ég, hérna, elda oftast pizzu á þú veit svolítið í pítsunum föstudum já Veistu hvað ég gerir það? hvar, segir það Já hvar þú eldar Já, úti já, auðvitað Ég er náttúrulega kallmaður já Ég fyrir ekki eld inni Nei. Jú, ég reyndar að elda eiginlega alltaf Ég er eiginlega bara, það er bara einstakar sinni sem Hulda eldar já Annars sé ég þetta bara og ef hún eldar þá var það bara súrmjólk